Komið sæl og velkomin að Skjána. Þetta er þátturinn Öryrkjaráðið og ég heiti María Pétursdóttir og hjá mér í dag er góð gestur Margrét Lilja Arnheiðardóttir. Velkomin Margrét. Hæ. Hæ. Þú margir hafa eflaust tekið eftir þér á Facebook eftir að það birtist viðtal við þig á síðunni Við erum hér líka, huldufólkssögur úr nútímanum. Þar segirðu sögðina í svona gróndráttum og svona talar svona þá erfiðleika sem að þú upplifir svona dag frá degi. Þannig að ég tók fyrst eftir þig þar, svo sá ég þau örugglega tala líka á svona einhverju málþingi hjá Öryrkjabandalaginu, getur það ekki passað? Jú, mikið rétt. Ég hef verið að tala hingað og þangað. Einmitt. Já. Segðu okkur aðeins frá sjálfur þér. Þú ert með sjúkdóm sem heitir Ehlers-Danlos og er þetta sjaldgæfur sjúkdómur eða algengur? Þetta er flokkað sem sjaldgæfur sjúkdómur, en það er í rauninni örugglega miklu fleiri heldur en við vitum sem eru með þennan sjúkdóm. Þar sem að margir eru oft ranglega greindir með vefjagigt sem dæmi. Og þannig að tölfræðin er svolítið skökk þegar kemur að þessu. En þann dag í dag þar sem að það er meira að segja mikið á læknum og öðru fagfólki úr heilbrigðiskerfinu þekkja ekki þessa greiningu. Þekkja ekki þetta einkennin endilega og þú byrjar á því að sýna einkenni bara sem barn. Já, þetta nefnilega, þau þekkja hvorki bara nafnið, bara vita ekki einu sinni að þetta sé til og þar alveg vita ekki einkennin. En já, þetta er náttúrulega arfgengur sjúkdómur, þannig að þetta situr náttúrulega í hvernig líkaminn kóðar fyrir kollageni. Þannig að, og það náttúrulega alls staðar í líkamanum og hefur náttúrulega mikil áhrif á allt frá húð til liða til innri líffæri og annað. Og í mínu tilfelli þá var ég með einkenni af þessu bara alveg frá því að ég fæddist bara. Án þess að nokkur vissi neitt. Og það kom fram í hvað, þú varst að fara á lyf eða þú varst að bara slasa eða einhvern veginn togna eða hvað gerðist? Hvernig sýndi það sig? Í mínu tilfelli að þá var það rosa mikið, ég var alltaf að slasast. Já. Ég var endalaust að snúa mig eitthvað og togna og brákast og ég veit ekki, ég hef ekki tölað í hversu oft foreldrar mínu þurftu að fara með mig upp á bráðamóttöku. Var alveg orðin fastagestur þar. Og svo var ég með mjög endurteknar þvagfærasýkingar sem barn, bara frá mjög unga aldri og engin skýring á einu. Sem ég veit núna í dag að getur verið einkenni af Ehlers-Danlos syndróminu. En það þarf ekki að vera það, en það getur verið það. Já, einmitt. En svo veikistu alvarlega hvað þú ferð út til Bretland sem au pair, ungkona og þar veikistu bara alveg illilega. Já, ég bjó í Noregi á þessum tíma og ákvað að fara þarna 2017, byrjun árs 2017 til Manchester sem au pair og bara yndislegu tími. En svo í september í ágúst í rauninni þá allt í einu bara vaknaði ég ekki daginn eftir og sef þarna í meira sólarhring og svo gat ég ekki hreyft mig og það erfitt með gang og gat ekki haldið haus og ýmislegt útlimir fóru að verða svona lítið bláir og svona vantaði blóðflæði hingað og þangað og svona lamaðist meira minna öll hægra megin í líkamanum og kem þá aftur heim til Íslands. Og náðirðu þér af einhverjum af þessum einkennum aftur eða einhvern veginn þetta svona einkenni sem geta komið og þú getur svo náð þér af, þú ferð í
endurhæfingu síðan í kjölfarið eða hvað? Og nærð? Já, ég var í 10 vikur á taugadeild Landspítalans Já. Í stífri endurhæfingu og ég var ranglega greind með taugakerfis truflun eða taugakerfisröskun heitir þetta líka. Já. Sem að, jú, ég var með einkennin af því, en við vitum núna að við vitum af hverju það hefur gerst og það bara út af því að bandvefurinn ekki að gera eins og hann á að gera, hann ekki að senda þau skilaboð sem hann á að gera og haga sér bara svolítið svona eftir hentuseminni. En í mínu tilfelli að þá ég hef ekki fengið aftur sko þetta að ganga. Það hefur ekki komið aftur. Og endurhæfingin í rauninni eyðilagði meira í líkamanum mínum heldur en hún hjálpaði. Já, af því að þú ert ranglega greind í rauninni. Já, og það allt öðruvísi meðhöndlun á þessum 2 greiningum og önnur að keyra og hin að bara, heyrðu, nú skulum við aðeins. Bara stoppa og hvíla kerfið. Bara öndum aðeins rólega, sko. Þetta var svolítið furðulegur tími, en það var svo sem aldrei neitt eitthvað markmið hjá mér að ég þyrfti endilega að geta gengið aftur þó að ég lagði mig alla fram, en að þá veist ég bara, ég veit ekki, ég setti ekki þessa neikvæðu pressu á mig að ég þyrfti að geta gengið aftur. Það sem að mér veist það svo sem ekki verið neitt must til þess að geta lifa góðu lífi. Hjólastóllinn er vinuðinn. Já, nákvæmlega og gerir það verkum að ég get lifað mínu daglega lífi bara eins og allir aðrir, sko. Já, einmitt. Ég spurði þig fyrst eins og örugglega margir ertu bundin hjólastól og þú benti mér einmitt á að þetta maður kannski orðar það ekki svona, það er engin bundin hjólastól. Nema manneskjan sé bara með reipi bara bundin niður alveg. Akkurat, já. En annars notast maður bara við það. Segðu mér nú eitt, ég fór nú að hugsa sko, því ég hef sjálf þurft að nota hjólastól og bara sem með mitt hjálpartæki þegar ég var með lömun sem að gekk tilbaka, en ég hef alveg skoðunar á því hvernig hjólastól eigi að vera öðruvísi heldur en hann er. Hefurðu upplifað eitthvað svoleiðis? Heldur betur, sko. Já. Ég væri alveg til í að þeir væri nú að minnsta kosti aðeins fallegri, svona skemmtilegri svona, og einmitt kannski meira persónulegir og alls konar hönnunargallar. Finnst þér ekki að þeir að vera hærri líka? Jú. Af því ég upplifði rosalega mikið að þú veist, það var allir alltaf svona beygja sér niður og þú veist, ég gerir þetta náttúrulega líka einhvern veginn rosalega þegar ég fyrir að tala með einhvern í hjólastól. Að þú veist, maður er einhvern veginn svona, og ég upplifði það, mér finnst það rosalega óþægilegt að væri allar einhvern veginn að horfa niður til mín. Þú veist, það var einhvern veginn ekki, upplifði einhvern veginn og þar með fer fólk að finnast maður vera einhvern veginn minni. Já, finnst maður vera svolítið grey eitthvað. Já, eitthvað grey hana. Veit einmitt hvað þú ert að tala sko. Já. Það er einhvern veginn allt í einu farið að horfa á mann allt öðru vísi. Meira að segja sama fólki og maður hitti áður en maður var í hjólastólnum og svo bara eftir á. Það er einhvern veginn allt öðru vísi hvernig hort á mann sem það bara algjör hugsunarskekkja sko. Algjör hugsunarskekkja. En já, þeir mættu alveg vera aðeins hærri, alltaf í mín tilfelli þar sem ég er mjög hávaxin, að ég er 1,77 á hæð. Já, einmitt. Og þá er þetta allt í einu bara einhvern veginn svona, ég veit ekki, mér finnst ég bara að vera svona í einhverju kremju hana. Með hérna einhvern veginn upp undir háls og... Já, einmitt. Sem ég náttúrulega er ekki, en maður upplifir það svoleiðis. Já, akkurat. Já, þetta er alveg svona, sér fyrirbæður út af fyrir sig, finnst mér einmitt hönnun á hjólastólum, það er eitthvað. Já, ég las einhvern tímann að það hefur voða lítið breyst í hvernig þeir hafa hannað hjólastóla bara síðan sko þeir komu fyrst á markað. Akkurat, einmitt. Sem er náttúrulega ótrúlega furðulegt eitthvað. Já, einmitt.
En allavega, þú ert bara, lætur það ekki stoppa þig neitt auðvitað að vera í hjólastól, það hjálpar þig bara ef eitthvað er. Já. Og þú ert alveg, og fórst bara mjög fljótt af stað í rauninni, fórst í háskólann, í nám, í lífeindafræði. Já. Og þannig að þú upplifir að vera í hjólastól í heilbrigðisvísindadeild Háskóla Íslands, sem var ekki mjög svona inviting. Nei, heldur betur ekki. Það vantaði vantar, það er ekki búið að bæta úr þessu Það er ekki þátíð ennþá. Nei, vonandi sem fyrst, en maður verður bara að bíða og sjá. En já, það vantar rosalega upp á aðgengi fyrir hreyfihamlaða á heilbrigðisvísindasviði Háskólans, Háskóla Íslands. Þannig að ég var bara látin sita út í horni og koma inn bakdyrnar og læstist inn á gangi í 40 mínútur í eitt skiptið. Ég gat ekki komist alla bygginguna sem við vorum í, sem er gamli hjúkrunarskólinn, sem mér þótti líka mjög furðulegt að tímarnir voru yfir höfuð þarna þegar þau vissu nú þegar að ég væri að mæta, sko. Ég veit að þeir hafa verið að færa til tímana eftir bara hvað hentar einmitt nemendunum. Já, einmitt. En já, það var svona einmitt þarna þegar ég sat inn á þessum gangi 40 mínútur sem að það var bara svona sandkorni sem að fyllti mælirinn, sko. Já, einmitt. Og þá sendi ég bara bréf beint á rektor og bið hann bara býð honum, réttara sagt, að fylgja mér einn dag í skólanum og bara sjá hvernig þetta er í raun og veru. Já. Hann tók ekki því boði. Hann tók ekki því boði, nei. Nei, greinilega eitthvað upptekinn, ég veit það ekki. En hann kallaði mig á fund og þetta var, já, það var svona mín fyrstu kynni í rauninni af Öryrkjabandalaginu. Því að þar kom hann Stefán sem er verkefnastjóri aðgengismála og heilbrigðismála. Já, ok. Og hann kom hann á fundinn til að vera mér innan handar og þannig að ég væri ekki að mæta hann eitthvað á móti. Ég held að háskólinn hafi mætt hann með 4 eða 5 einstaklinga. Já, ok. Og þú bara ein, Jesús, sko, já, einmitt. Já, ég er mjög fegin að ég fékk Stefán með mér, sko. Já, einmitt. En kom eitthvað út úr þessum fundi? Var eitthvað gert í kjölfarið á þessu? Það var ekkert gert, sko. Mér var bara sagt að ég þyrfti nú bara að bíða þangað til á næstu önn og út af því að þá myndi þetta nú verða betra en það varð ekkert betra þarna önnina eftir, þar sem að þá var mér nú bara tilkynnt að ég gæti nú bara ekki haldið áfram í náminu, lífeindafræði náminu, út af því að það væri ekki aðgengi í verklega efnafræði og það er fag sem maður þarf að taka til þess að geta haldið áfram upp á annað árið. Og þá, einmitt, svona stuttu eftir það, þá veikist ég hastarlega. Eins og sagt, höfuðið losnar frá líkamanum. Já. Og ég enda með að fara í veikindaleyfi og sá náttúrulega að ég var ekkert að fara aftur í lífeindafræðina á meðan það væri svona. Þar sem að mér var nú bara bent á að fara að læra eitthvað annað. Hvað sem að hentaði betur. Já. Þú þekkir það að eigin reynslu bara nám, ég meina nám er ekkert fyrir alla sér svona eitthvað. Heldur betur ekki. Því miður heldur betur ekki, sko. Og fyrir utan bara, sko, þetta fjárhagslega sem fylgir því að vera í námi og það er ekkert gengið að því að það gangi upp fyrir þá sérstaklega eins og öryrkja og annað sem að já, einmitt, passa ekki inn í þetta þannig A4 ramma fyrir stúdenta. Já. Og námslánin, það er náttúrulega bara erfitt að taka námslán af því við vitum aldrei hvort við veikjumst eða ekki. Þannig að við kannski það er svona of shaky.
Þannig Já, maður getur ekki skuldbundið sig nei, við eitthvað svona og sitja svo eftir með það alltaf á bakinu. já. Og þá hefur við ekki tök á heldur einhverjum sérskólum sem eru með hærri skólagjöld heldur en fyrir utan að þau eru orðin bara, finnst mér töluvert há í Háskóla Íslands, en við getum fengið einhvern afslátt aðeins þar, en svo eru þau bara mjög há í sérskólunum, myndlistaskólum eða listaháskólanum. Já, og maður alveg að sjá að þessir háskólar sem eiga að vera ríkisreknir, að aðgengið í þessa skóla, Háskólann á Akureyri, Háskólann Íslands og maður nú ekki alla hinna, en allavega sérstaklega þessi ríkisreknu eru bara að standa sig mjög illa í rauninni hvað varðar aðgengi. Já. Ég er ekki svo eina sem ég veit sem að hefur verið bent á að fara bara að læra eitthvað annað út af fötlun, sjúkdóm, eitthvað bara. Þannig að þetta er ekkert eitthvað einsdæmi. Sem betur fer og þá er verið að vinna að því hægt og rólega að einmitt að bæta aðgengið, en það náttúrulega gengur ekki nóg hratt þar sem að ríkið er ekki mikið að styðja við einmitt þessar framkvæmdir sem þurfa að gerast til þess að geta gert háskólana aðgengilega. Einmitt. Akkúrat. Og svo, já, og einmitt, og svo bara, og skólagjöldin er mikið hærri líka í háskólanum í Reykjavík, eða ekki, þannig að þó aðgengi sé betra þar, og þá er bara fjárhagslegt aðgengi hún en ekki fyrir okkur. Það er bara ekki til staðar, sko. Nei, einmitt. Þetta er rosalegar upphæðir sem fara í aðstundanám við HR. Þó að þar er aðgengi vissulega miklu, miklu betra og örugglega alveg fínn skóli, en kostar bara allt og allt og mikið. En þú kynnist þarna Öryrkjabandalaginu þegar þetta kemur upp og svo ferðu hvað? Þú ferð að vinna með kvennarhreyfingu eða ferð að mæta hjá kvennarhreyfingu upp í eða ekki? Herru, það var verið að auglýsa eftir starfi í aðgengisátak Öryrkjabandalagsins, einmitt þarna þetta leyti sem ég þurfti að hætta í skólanum. Já. Og ég ákveð bara, herru, ég ætla að sækja þetta og sem að maður náttúrulega opnast einhver nýr heimur fyrir manni þegar maður hefur aldrei þurft að pæla í aðgengi fyrir en svo allt í einu bara á svona mjög brútal máta. Þannig að það var svolítið svona ástríða og ég fæ þessa vinnu og vinn hana með samstarfskonu í þessu verkefni og kynnist þá einmitt Öryrkjabandalaginu ennþá betur og fer svo í kvennarhreyfinguna og þegar þessu átaki lauk þá einmitt tilkynnti ég bara að þau myndu aldrei losna við mig. Þannig sem að enda er ég ennþá á launaskrá og er víst titluð verkefnastjóri ungliðahreyfingar Öryrkjabandalagsins. Já, þú ert komin þangað núna, já, einmitt. Frábært. Ekki slæmt örugglega að hafa þig innan borðs í þessari baráttu. En þú heldur síðan áfram samt í námi, en þú skiptir og ferð í aðra deild í háskólanum. Já, ég gafst eiginlega bara upp einmitt á þessu þarna og ákvað að skrá mig í félagsfræði, þar sem var nú aðeins búin að kynnast þarna mörgum sem eru menntaðir félagsfræðingar. En það var ekki alveg að hrífa mig, og aðgengið var heldur ekkert eitthvað dans á rósum, sko. Ég þurfti ennþá að sitja út í horni og ég hafði ekki vinnuaðstöðu í fyrirlestrasölunum og það var ekki hægt að færa neina tíma til og svo var nú eitt skipti sem að ég ætlaði að mæta í tíma og fæ þá bara skilaboð einmitt að frá samnemnanda að það var skilti á lyftunum og að það væri verið að fara yfir hana. Þannig að þá gat ég bara ekkert bætt þann daginn. Og félagsfræðin að minnstakosti býður ekki upp á það að láta taka upp tímana. Þannig að það var engin leið fyrir mig að fylgjast með námi þegar ég gat ekki mætt eða bara hafði það hreinlega ekki í mér andlega að vera sitjandi út í horni og lengst í burtu og get ekki séð eitt nýtt og
Já, bara mjög ómannúðleg staða að vera í. Já, einmitt. Og hvernig allt, ég meina, hvernig til dæmis út í Þjóðarbókhlöðu, þar lyfta upp, og það allt svona aðgengilegt, til dæmis, ef maður ég man eftir því þegar ég var í háskólanum, þá gat maður farið í einhver svona vinnuhópa og lestrarhópa og bókaherbergi þar líka. Er það í lagi þar? Já, ég fór og athuga þetta og það virtist vera bara nokkuð ágætt. Þar, já. Þannig að og náttúrulega vinnuherbergin og annað eru náttúrulega aðgengileg þar sem það er nú allt færanlegt og maður endar nú ekkert út í einhverju hotni sem betur fer. Einmitt. En þetta hlýtur að samt taka sko líka allt lengri tíma og svona að þú veist þurfa að ferðast í hjólastól. Er það ekki brjálæðislega skipulagt? Jú, maður er náttúrulega miklu meiri tíma í allt, sérstaklega þegar háskólanum finnst svolítið gaman að bóka sko fögin í hinum og þessum byggingum, þannig að maður þarf að vera flakkandi á milli bygginga, alveg á milli tíma. Já, og alltaf vera bara búin að taka út, alveg bara kemst ég þarna, get ég farið þarna og eitthvað. Já, og það er nú ekki, hingað til hefur ekki verið hægt að sjá það á netinu, maður þú veist bara athuga þetta sjálfur sko. En við erum að vinna í þessu, ég nefnilega siti í ráði háskólans málefni fatlaðs fólks fyrir hönd stúdendaráðs og er þar og við erum einmitt búin að vera að vinna mikið að því að bæta aðgengi að upplýsingum aðgengi. Þannig að maður geti farið inn á háskólavefinn og fundið nákvæmlega það sem maður þarf að finna án þess að þurfa endilega að mæta á svæðið og taka út sjálfur. Sko. Já, einmitt. Það lendir maður ekki í einhverjum fíluferðum. Nei, einmitt. En hvernig er bara, þú veist, að vera ung kona í hjólastól og til dæmis bara varðandi skemmtanalíf og er þetta að fara út að skemmta sér á Íslandi, í Reykjavík í dag, í hjólastól? Það eru sumir staðir sem það er hægt, en mikið af eins og þessum djamstöðum, þessum frægu djamstöðum að þeir eru bara ekki aðgengilegir og eins og Kiki og allir þessi barir hann niður í bæ sko. Það er alltaf einhverjum svona krákustegar upp og niður. Já, og þetta er alltaf svo þetta er nákvæmlega mjög gömul hús og náttúrulega friðuð og annað og maður gefur náttúrulega skilningi í það en það er nú náttúrulega, maður verður bara að segja það er svolítið leiðilegt að það er ekki meira í boði sem að er þá aðgengilegt. Akkúrat. En það eru einhverjir barir og annað sem að er alveg gaman að kíkja á en ég hef ekki getað tekið þátt í öllu þessu háskólalífi sem að skemmtanalífinu sem fylgir skólanum. Já, nákvæmlega. En svo er einhver að gera app, svona aðgengisapp, er það ekki? Jú, hún Ósk Sigurðardóttir. Ég var svo heppin að vera ráðin til hennar og fá að vinna með þeim hana í Travabúl sem er app sem ættir að fá inn á App Store og Google Store eða eitthvað hana. Og þar er bara hægt að sjá einmitt, bara finna staðina mjög svipað eins og TripAdvisor nema bara fyrir aðgengi og þá aðgengi hreyfihamlara. Það tekur ekki inn í myndina aðgengi fyrir blinda og sjónskerta en það tekur að minnsta kosti fyrir hreyfihamlaða. En hver veit hvað kemur í framtíðinni, maður verður bara að fylgjast vel með þeim og sjá hvað þau gera en þetta er algjör snilld og búið að setja inn alveg heilan helling af upplýsingum aðgengi allan heim inn í þetta app. Það er náttúrulega mest búið að setja inn hérna á Íslandi en svo er búið að vera að setja inn á þetta í Bandaríkjunum og Norðurlöndunum og Evrópu og þetta fer alltaf sístækkandi og ótrúlega gaman að fá að taka þátt í því.
Svo ég veit að það hafa verið gerð svona einhver einstök prójekt líka yfir svona app. Veit að það var MS-maður sem að gerði svona app í New York, sko, þar sem að hann melti allt sem hann komst þar. Þannig að ég veit svo sem ekki hvað, og já, fólk gat held ég merkt inn á það líka. Þannig að ég veit ekki hvort það hafi stækkað líka eða ekki, þannig að það örugglega til einmitt fleiri en 1 og fleiri en 2 einhver svona app í mótun. Já, mér skilst sko að mikið af öppum með þetta sem að hafa verið gerð, hafa enda með að vera lögð niður bara út af það vantar fjárveitingar og annað sem að til þess að þetta styrkja þessa vinnu, þetta er náttúrulega rosalega mikil kóðun og tölvuvinna. Já, þannig að en það er alveg heill hellingur af sniðugum tæknilausnum þarna úti sem að maður vonar einmitt að fara að taka meira inn í myndina okkur sem að föllum ekki undir þetta, já, þessa A4 típísku mannesku sem að er gangandi og getur allt. Einmitt, nákvæmlega. Segðu mér, þú ert líka farin að taka þátt í stúdentapólitíkinni upp í háskóla, eða ekki? Jú. Já. Ég er í nýkjörnu stúdentaráði og er þar í sæti og var líka valin sem forseti jafnréttisnefndar SÁÍ og þar einmitt já, þar er held ég vonandi bara mjög spennandi hlutir að fara á stað og halda áfram þessari frábæru vinnu sem hefur verið gerð hingað til en náttúrulega bara algjörlega snillt að fá að taka við keflinu af þeim sem að fyrir hafa verið. Já, einmitt. Þannig að þau eru, já, stúdentaráð heppið að hafa þau þarna og aðrir sem að koma á eftir og eru nú þegar að glíma við þessi aðgengisvandamál. Heppin að hafa þig þarna. Þannig að ég bind vonir við þig. Það baráttan verði þarna á fullu fyrir aðgengismálum. Maður fer alltaf ekki að gefast upp neitt á næstunni, sko. Nei, einmitt. Það þýðir víst lítið. Ég ætla aðeins að fá að spyrja þig út í hjólastólinn þinn, af því við vorum líka að tala um hönnun og hjólastól. Hvernig hjólastól ertu með? Ég er með handknúinn hjólastól þar sem að það var ekki pláss fyrir neitt stærra þó ég þurfi vissulega rafknúinn hjólastól til þess að geta verið eins sjálfstæð eins og ég get og gert það sem að mér langar. En ég var að flytja núna úr 30 fermetrum í 60 fermetra og það var einfaldlega bara ekki pláss fyrir neitt annað en handknúinn hjólastól í íbúðinni. Þannig að ég er mjög spennt núna, vonandi, að þá núna hlýtur þetta að ganga upp og ég fæ eitthvað sjálfstæði aftur. Einmitt. Já, mér finnst það nú alveg bara lágmark að þú getur verið í rafknúnum hjólastól. Þetta er bara eitthvað sem maður hefði haldið að þetta vera bara sjálfsagt. Og fyrir utan það að ég hef verið að missa mátt í höndunum núna seinustu mánuðina. Og þá hefur bara verið að ég hef ekki eins og getað læst hurðinni heima hjá mér, sko, út af því að orkan er bara öll búin í að reyna að komast eitthvað sko. Þetta er náttúrulega bara rosalegt það sem að ég náttúrulega, já, eins og ég segi, misti bara algjörlega sjálfstæði þegar ég var hægt að geta ráðið við að rúlla mér allt sjálf. Já, einmitt. Og þú fékkst náttúrulega þarna á sínum tíma þetta kast þar sem þú bara svona lamast alveg öðru megin og þá líka í hendinni vantarlega, ekki? Jú, sem betur fer fékk ég hendurnar aftur af fullu leyti, en báðar lappirnar og þá sérstaklega svo hægri er ekki alltaf með og bara ég get ekki gengið. En að missa hendurnar svo líka þegar maður þarf á þeim að halda í allt, en náttúrulega ákveðið sjokk og svo einmitt að fá að vita bara, heyrðu, nei, þú getur ekki fengið rafmagnshjólastól út af því að líka bara hvar í ósköpunum átti ég að hafa gert hann. Þú veist, það er ekki bara aðgengismálin, þetta er líka bara hjálpatækjamálin.
Þeim líka bara Heldur mjög betur. ábótavant. Bara virkilega það sem að þeir maður hefur heyrt alls konar einmitt synjanir á mjög skrýtnum grundvöllum og maður þarf að berjast við kerfið alveg til að fá það sem maður þarf á að halda og hefur rétt á. Einmitt, algjörlega. Færðu svona NPA-þjónustu eða ertu... Já. Já, þannig að þú ert Ég með beingreiðslu samning við Garðabæ. Já. Það sem skilst að ríkið ekki búið að vera að taka inn neina nýja NPA-samninga núna nýlega allavega. Ég skilst að þau séu eitthvað löt við það að uppfylla þessi loforð þarna. Maður bara að bíða og vona það sem að náttúrulega miklu betra bara bæði fyrir mig og starfsfólki mitt að hafa NPA-samning heldur en beingreiðslusamning. Já, í hverju liggur munurinn þar? Það sem sagt munurinn sá að sko NPA-samningur að þá fer 10% af sem sagt heildarfjárhæðinni fer í starfsmannakostnað og einmitt svona ég geti ferðast eitthvað og borgað bensín og borgað allt þetta sem við því kemur að ferðast og já, einmitt bara starfsmannakostnaður bæði inn á heimilinu upp á starfsmannaaðstöðu og annað en einnig utan heimilisins eins og ferðalög og annað. Þannig að þetta 5% afsakið, 5% myndi ég. En það nú samt alveg slatti miðað við ekki neitt. En þú varst að flytja núna, þú varst að flytja núna helgina í stærri íbúð, ekki satt? Jú. Og ekki svona, það einhver krafa það ekki að maður með NPA, maður hafi nægilega stórt rými, eða ekki, líka fyrir starfsfólkið sitt? Jú, og allavega maður með sólarhringsþjónustu, þá skilst mér maður þurfa að hafa eitthvað hvíldaraðstöðu, sko. Já. Þó að ég hafi ekki náð að kynna mér það nógu vel, þar sem að ég ennþá í þessu basli með að fá nógu marga tíma. Já. Og því bara með 5 tíma á dag, ekki eins og alla vikudaga. Já, okay. Þetta svolítið mikið púsluspil að púsla inn öllum fundum og vinnu og skóla og öllu þessu inn í þessa 5 tíma þarna sem ég hef. Já, akkurat. En já, en með stærra húsnæði þá fylgir miklu meiri kostnaður. Já. Þannig að ég alveg að sjá að þetta verður mjög þröngt að vera á leigumarkaði og að örorkulífeyri. Já. Ertu að ná endum saman almennt? Hefurðu náð endum saman? Ég náttúrulega svo ótrúlega heppin að hafa geta unnið eitthvað, en það hefur nú líka komið vel í bakið á mér fyrir að hafa verið að reyna að vera að vinna eitthvað. Meðal annars að þá nýtti Tryggingastofnun persónuafsláttur minn án þess að hafa aðgang að honum. Þá nýttu þau persónuafsláttur minn, bæði 2 og 3 nýttu persónuafsláttur minn á seinustu 2-3 mánuðum ársins í fyrra. Þó að ég hafi meira að segja farið inn, þau voru ekki með þetta inn í kerfinu, þessar upplýsingar. Ég hringdi líka til að passa upp á að þau myndi nú örugglega eyða þessu úr öllu kerfinu sínu þegar ég tók eftir því að þeir hefði nýtt persónuafsláttinn. Þannig að ég fékk núna þegar maður sendi inn skattskýrsluna þá fékk ég bara tilbaka að ég skuldaði 400.000, þakkaði kærlega fyrir. Hvað ertu að segja? Bara vegna þess að Tryggingastofnun margnýtti persónuafsláttinn minn án þess að hafa aðgang að honum. Og svo náttúrulega núna í uppgjörinu frá Tryggingastofnunina þá skuldar maður einhvern auka 100.000 kall og þannig að þeir komu mér í 500.000 króna skuld. Og þú þarft vantilega að kæra þennan úrskurð og...
eða hvað, og einhvern veginn, Mér skilst þetta leggist allt á mig, sko. þetta leggst alltaf þig, þannig að þú þarf bara Það einhvern veginn að bisa við það af þessum lágu örorkulífeyri og lágu tekjum að reyna að borga þeim tilbaka á einhverjum tíma. Já, og ég sem betur fer í þeirri stöðu að ég get ráðið við það, en það fer bara af sparnaðinum. Já, Þessum sparnaði sem maður var búinn að spara upp til þess að kaupa bíl eða íbúð svona einhvern tímann já, frá því að maður var barn. En það er náttúrulega ekki sjálfgefið að fólk eigi þessa peninga til, nei, bara svo alls ekki. Mhm, Og náttúrulega ótrúlega súrt að þurfa að nota þessa peninga í þetta þegar þetta átti ekki að hafa gerst. akkúrat. Og bara einmitt þetta að ég, sko fyrsta hugsunin sem að sló mig þegar ég opnaði einmitt þessar upplýsingar þessa skuldir og annað, að það var bara, jæja, af hverju ég yfir höfuð að reyna að vinna? Já, Af hverju ég að reyna að vera á vinnumarkaði? já, Þegar ég get alveg eins sleppt þessu og þá ég ekki að lenda í þessu vesenni. nei, einmitt, nákvæmlega. Það er náttúrulega ekki að vera svoleiðis. Nei, auðvitað ekki. Þegar það er ekki svo sem að tala að ég hafi haft eitthvað mikið á milli handana þrátt fyrir þarna hafa verið að vinna og fengið lífeyrisgreiðslur, sko. Einmitt. Já, þetta bara ein ástæðan fyrir því að við verðum að tala um þetta, verðum að hafa hátt um þetta eins og við getum. Heldur betur og bara einmitt aldrei að gefast upp. Maður verður bara einhvern veginn að buna sér áfram einhvern veginn. Látum þetta vera loka orðin, Margrét Lilja. Þakka þér alveg innilega fyrir komuna í þáttinn og þakka ykkur áhorfið, kæru áhorfendur, og ég minni á síðan okkar Öryrkjaráðið á Facebook. Sjáumst næst.